Hrólfur Ölvisson, framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins, hefur gegnt trúnaðarstörfum fyrir flokkinn árabil, rekið flokksblaðið Tímann, setið í bankaráði Búnaðarbankans og stjórnum opinberra fyrirtækja, auk þess að vera virkur í viðskiptum fyrir og eftir hrun. Flokkssystkini Hrólfs hafa gagnrýnt harðlega hvernig bankarnir stóðu að sölu ýmissa fyrirtækja sem þeir tóku yfir eftir hrun. Hrólfur hefur hins vegar tekið þátt í slíkum kaupum og tengsl hans við fyrirtæki sem hann ýmist stýrði eða stofnaði í skattaskjólum kom í ljós í Panamaskjölunum. Þar sérkennilegar viðskiptafléttur hannaðar með leynd á sama tíma og Hrólfur gegndi stjórnarformennsku í opinberri stofnun sem gagnrýndi samskonar vinnubrögð. Hrólfur hefur setið í ýmsum stjórnum og ráðum sem fulltrúi flokksins, meðal annars sem stjórnarformaður Vinnumálastofnunar í tæpan áratug frá 1998 til 2008. Á þeim tíma stóð Vinnumálastofnun í ströngu vegna framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun. Erlendar starfsmannaleigur voru taldar reyna að koma sér hjá skattgreiðslum og reglum á íslenskum vinnumarkaði. Kallaði Hrólfur meðal annars eftir því að lög yrðu sett til að ná utan svarta atvinnustarfsemi sem þrifist í skjóli leyndar sem umlukti starfsemi starfsmannaleiga og tók undir með ráðherra sem sagði á ársfundi Vinnumálastofnunar árið 2003 að svindl yrði ekki liðið á íslenskum vinnumarkaði. Þetta sama ár stofnaði Hrólfur félagið Camil Marketing í skattaskjólinu Tortóla. Uppsetningin hefðbundin. Starfsmenn Mossack Fonseca, skráðir stjórnarmenn og stjórnendur. Prókúran hins vegar á nafni Hrólfs og hlutabréf Tortóla félagsins skráð á félag í eigu Hrólfs og viðskiptafélaga hans hér á landi. Lánasamningur félagsins á Tortóla við félagið á Íslandi vekur athygli. Ekki síst vegna yfirlýsts markmið hans að leyna fjárfestingu Íslendingana í dönsku fyrirtæki. Hrólfur Ölvisson var á þessum tíma einn 3 eigenda félagsins Eldberg ehf. Í gegnum móðurfélagið Jarðefnaiðnað ehf. Fyrirtækin stóðu fyrir söfnun og útflutningi á vikurefnum við Heklurætur sem síðan var skipað út frá Þorlákshöfn. Tortólafélaginu var ætlað að fela viðskipti þessara íslensku félaga í Danmörku. Það átt að gera þannig að Eldberg lánaði Camil Marketing á Tortóla 12 milljónir króna vaxtalaust til 5 ára. Milljónirnar 12 notaði Camil Marketing svo til að fjárfesta í danska fyrirtækinu Skancor. Í lánasamningnum segir orðrétt: tilgangurinn að tryggja að nafn Eldbergs eða móðurfélag þess verði ekki skráð í tengslum við fjárfestingar Camil Marketing. Í ársreikningi Eldbergs ehf. Hvergi getið þessa sérstöku lánveitingu. Í skriflegu svari Hrólfs á dögunum svaraði hann aðspurður hvort íslenska félaginu hafi verið heimilt að lána fé með þessum hætti til aflandsfélags í sömu eigu. Það varðar ekki við íslensk lög eða í öðrum löndum svo kunnugt sé að lána fjármuni án vaxta. Í íslenskum skattalögum hins vegar ákvæði sem takmarkar slík lán og á síðustu árum hefur verið vísað til þess í sambærilegum málum meðal annars í úrskurðum skattayfirvalda. Það var svona óvenjuleg viðskipti milli tengdra aðila fara fram. Vara seld á lágu og lágu eða á háu verði og svo framvegis og það hlýtur að gilda lánsviðskipti líka. Að þá geta skattayfirvöld vikið þessum gjörningi til hliðar og reiknað þeim sem að hag hefur af þessu, skattalegt hagræði af þessu, tekur í samræmi það. Þannig að ég myndi telja til dæmis að í svona tilviki að þá ætti að telja lánuveitandun, það er íslenska fyrirtækinu, eðlilega vexti til tekna og þar með skattleggja það hér á landi. Þetta einfaldlega til þess gert að koma í veg fyrir að menn noti tengda aðila til þess að komast undan skatti með því að færa hagnaðinn úr einum stað í annan. Fjárfesting íslenska félagsins Eldberg sem einhverra hluta vegna þurfti að fela með þessum hætti var í dönsku fyrirtæki, Skancor ApS, sem Tortólafélagið Camil keypti 49% af hluti. Skancor var að öðru leyti í eigu annars dansks fyrirtækis, Teil í Silkeborg í Danmörku. Lánið frá Íslandi til Tortóla rann því beina leið þaðan og til Danmerkur. Í skjölum Tortólafélagsins Camil frá 2008 kemur fram að félagið eigi þá útistandandi kröfur upp á rúmlega 6 milljón danskar krónur vegna yfirvofandi gjaldþrots Skancor ApS. Fjármuni sem síðar töpuðust vegna gjaldþrots fyrirtækisins í Danmörku. Tvískiluðu fjármunirnir sem fóru frá íslenska félaginu sér aldrei tilbaka. Hrólfur Ölvisson var ráðinn framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins árið 2010. Samhliða því starfi hefur hann þó tekið þátt í umfangsmiklum viðskiptum, meðal annars kaupum 3 stórra fyrirtækja.
Árið 2012 keypti Hrólfur í félagi við hóp fjárfesta hlut Arion banka í BM Vallá sem síðan sameinaðist Björgun og Sementsverksmiðjunni. Arion banki hafði þá yfirtekið BM Vallá eftir hrun en fyrrum eigendur þess með Víglund Þorsteinsson í broddi fylkingar hafa sakað bankann og stjórnvöld lögbrot í tengslum við yfirtöku þess í tíð síðustu ríkisstjórnar. Það hafa fjölmargir þingmenn Framsóknarflokksins tekið og vilja rannsókna málinu. Og þar að auki liggur eitt mál hér út á nefndarsviði sem hefur verið kallað Víglundarmálið sem sýnir allt það sem gekk á hér í hinu gegnsæja samfélagi þegar Samfylking og Vinstri grænir voru við völd. Fáir þeirra vissu þó að framkvæmdastjóri flokksins væri í hópi þeirra sem keypt hefðu félagið af bankanum eftir endurskipulagningu þess, í það minnsta þeir þingmenn sem Kastljós hefur rætt við málið. Eigna- og stjórnendatengslin eru þó nokkuð flókin. Hrólfur Ölvisson er eigandi ríflega fjórðungs hlutafjár og stjórnarformaður í fyrirtækinu jarðefnaiðnaði. Það á síðan fjórðungshlut í fyrirtækinu Íslenskum jarðefnum þar sem Hrólfur er líka stjórnarformaður. Það félag á svo félagið Hornstein ásamt norska fyrirtækinu Norcem. Hornstein er svo móðurfélag Björgunar, BM Vallár og Sementsverksmiðjunnar. Hrólfur er varamaður í stjórn Hornsteins og stjórnarmaður í BM Vallá. Hann sagðist ekki hafa séð ástæðu til þess að kynna þingmönnum flokksins þessi tengsl sín sérstaklega, enda hafi hann ekki talið neina hagsmunaárekstra fólgna í viðskiptunum. Hann hafi hins vegar tilkynnt formanni flokksins Sigmundi Davíð Gunnlaugsinni þau. Hrólfur stofnaði einnig aflandsfélagið Selco Finance í maí árið 2003. Sá sem sá stofnun félagsins var starfsmaður Búnaðarbankans í Luxemburg. Hrólfur hafði nokkru áður hætt í bankaráði bankans og S-hópurinn keypt 45,8% hlut í bankanum í nóvember 2002. Sá hópur átti síðar eftir að tengjast félaginu Selco. Selco Finance var skráð á Panama en stuttu eftir stofnun þess gerði það samning við bandarískt tryggingafélag sem sérhæfði sig í heilbrigðistryggingum sem áttu að tryggja bestu fáanlegu meðferð við lífshættulegum sjúkdómum á bandarískum sjúkrahúsum. Með samningnum fekk Panama-félag Hrólfs umboð þess á Íslandi. Innan við ári síðar í maí 2004 kynnti Finnur Ingólfsson, forstjóri Vátryggingafélags Íslands samskonar samning við tryggingafélagið bandaríska. Hvergi var minnst af að samningnum var náð með kaupum á Panama-félagi Hrólfs. Finnur og Benedikt Sigurðsson, fjármálastjóri VÍS, tóku við prókúru í Panama-félaginu í júní sama ára Hrólfi. Eftir því sem næstur komist var kaupverðið alltaf 20 milljónir króna. Sjálfur segist Hrólfur ekkert hafa fengið í sinn hlut fyrir félagið. Finnur, Hrólfur og Benedikt áttu síðar eftir að sitja í fulltrúaráði eignarhaldsfélags samvinnutrygginga þegar sjóðir trygginga hafa þess töpuðust, meðal annars vegna fjárfestinga með Finni Ingólfssyni. Hrólfur og Finnur sátu saman í stjórnum fleiri félaga á þessum árum. Ásgeir Baldurs tók síðan við prókúru þegar Benedikts og Finns í Selco Finance leið og hann tók við forstjórastarfinu í VÍS af Finni árið 2006. Samkvæmt þessu skjali hér var félaginu Selco Finance slitið árið 2010. Tengsl Finns Ingólfssonar við aflandsfélög voru þó ekki bara í gegnum tryggingafélagið VÍS. Gögn Mossack Fonseca varpa einnig ljósi á sérkennileg hlutabréfakaup hans með þáverandi bankaráðsformanni Seðlabanka Íslands. Finnur Ingólfsson var árabil þingmaður og varaformaður Framsóknarflokksins og iðnaðar- og viðskiptaráðherra til ársins 1999. Þá var Finnur skipaður seðlabankastjóri. Stuttu fyrir einkavæðingu bankanna 2002 varð Finnur forstjóri VÍS. VÍS tók síðan þátt í kaupum S-hópsins á Búnaðarbankanum stuttu síðar. Á meðan Finnur var ráðherra skipaði hann félaga sinn Helga S. Guðmundsson formann bankaráðs Landsbanka Íslands fram að einkavæðingu hans árið 2003. Helgi sem nú er látinn var einnig áhrifamaður í S-hópnum þegar hópurinn keypti Búnaðarbankann en samkvæmt fréttum DFF fékk Helgi 200 milljóna króna lán til hlutabréfakaupa í Búnaðarbankanum stuttu eftir einkavæðingu hans á meðan hann sat í bankaráði Seðlabankans. Helgi var skipaður í bankaráð Seðlabankans á vordugum 2003, sat þar til 2008 og gegndi formennsku í ráðinu 2006 til 2007. Eitt af verkefnum Seðlabankans var og að hafa eftirlit með starfsemi banka og fjármálafyrirtækja á markaði. Á meðan Helgi stýrði bankaráði Seðlabankans árið 2007 keypti hann í félagi við Finn Ingólfsson, fyrrverandi seðlabankastjóra, hluti í Landsbankanum með láni úr sama banka. Framkvæmd viðskiptana var þó ekki alveg svona einföld.
Í byrjun febrúar 2007 óskaði starfsmaður Landsbankans í Luxemburg eftir því við Mossack Fonseca að fá að kaupa eitt af fyrirtækjum félagsins í Panama, ADER SA, og óskaði hann eftir því að Finni Ingólfssyni og Helga S. Guðmundsssyni yrði veitt umboð fyrir hönd félagsins. Það þýddi einfaldlega að þótt 5 einstaklingar væru á pappírunum skráðir stjórnendur ADER, væri raunveruleg stjórn þess og eignarhald í höndum Helga og Finns. Eftir því sem næst verður komist var tilgangur félagsins að kaupa og eiga hlutabréfi í Landsbankanum, bréf sem bankinn lánaði auk þess fyrir. Finnur vildi ekki veita Kastljósi viðtal þegar eftir því var leitað. Hann kvaðst ekki vilja upplýsa nánar viðskipti þeirra Helga. Í skriflegu svari hans sagði: Tilgangur ADER félagsins voru fjárfestingar. Félagið fjárfesti og var skuldsett og tapaði miklu á fjárfestingunum. Því urðu aldrei til tekjur í félaginu. Félagið hefði borgað skatt í Panama þar sem það var með heimilisfesti hefði komið til þess að einhver skattskyldur hagnaður hefði orðið til í félaginu sem ekki varð enda starfstími þess mjög stuttur. Hefðu eigendur félagsins fengið eitthvað út úr félaginu sem ekki varð þá hefðu þeir borgað fjármagnstekjuskatt á Íslandi. Í lok árs 2007 var svo þriðja félagið sem Finnur tengist skrásett á Panama, Lausanne Inc. Finnur Ingólfsson var einn skráður prókúruhafi og þar með raunverulegur stjórnandi þess að beiðni starfsmanns Landsbankans í Luxemburg. Engar frekari upplýsingar finnast félagið Lausanne. Sjálfur kannast Finnur ekkert við það, segist aldrei hafa heyrt nafn þess og veit ekki hvers vegna nafn hans kemur fram í gögnum þess. Niðurstaðan sú að það virðist hafa verið algengt að framámenn á ýmsum sviðum íslensks samfélags hafi getað tekið 100 milljóna króna lán hjá bönkunum til að setja með leynd í fjárfestingafélög á aflandseyjum án þess að taka með því nokkra persónulega áhættu. Það sjást fjöldi dæma í Panamaskjölunum sem Kastljós og Reykjavík Media munu fjalla frekar á næstunni.